Ok, þá höldum við áfram og við erum núna komin að skoða dæmi 3.11 til 3.13 og það sem við erum að gera hérna er að skoða aðeins nánar með hildakraftinn hvað gerist ef hann er ekki 0. Nú, þetta er lögmál Newtons. Ef að hlutur er kyrr eða jöfnur hraða þá er F heild 0. Þannig að ef við erum með kassa sem er hérna og þetta er 40 Newton þetta er 40 Newton að þá getur sagt ok, heildarkrafturinn er 0, það er verið að tósa jafn mikið en báðmenn. Það segir mér að þessi hlutur er annarkvort kyrr eða á jöfnu hraða. Ok, allt í lagi. Nú hvað gerist ef að ég hendi út þessu hérna krafti og ég er bara með einn kraft til hægri? Þá sé ég að F heild er bara sama og 40 Newton. Það er einn kraftur sem verkar hana til hægri og vinstri og þá er F heild saman sem 40 Newton. Hvað gerist þá? Þá er hluturinn ekki lengur kyrr eða jöfnur hraða, heldur að fær hluturinn hröðun. Hlutur fær hröðun, það er að segja hraðinn eykst, hann gefur í fyrir hraðar. Ok, og þá komum við að öðru lögmáli Newtons. Það er annar lögmál Newtons. Og ná nokkur sem segir það bara að heildarkraftur sem verkar hlut er sama og massi hans sinnum hröðunin. Muni A er acceleration sem er þá hröðun. Nú ef að F heild væri 0, hérna verið 0, þá yrði þetta A hérna líka verið 0. Og ef A er 0, acceleration, spáðu það sig þessu, ef acceleration er 0, þá er hluturinn annarkvort kyrr eða á jöfnu hraða. Það er ekkert að gefa í. Leið og F heild verður ekki lengur 0, þá verður A einhver tala, einhver stærri en 0. Þá fær hann hröðun. Ok, nú þessi hröðun sem við erum að tala um hérna, þetta er alltaf hröðun eftir gólfinu. Við erum aldrei að láta hluti fara á hröðun upp í loftið, hvað þá ofan í jörðina. Það er ekkert svoleiðis, þetta er alltaf bara til hægri og vinstri. Alltaf slík hröðun. Tökum þá aðeins svona eitthvað dæmi. Segjum að við erum með hérna dæmi hérna, við erum með kassa sem er 10 kíló og það er eitthvað sem togar hérna í kassan, ég ætla að kalla bara F-tog, sem er 20 Newton. Og þetta er eini krafturinn sem verkar á hann, þannig ég ætla að skrifa bara hérna að F heild er sama sem 20 Newton. Afsakið, ég ætla að segja að þetta er eini krafturinn sem verkar í lárétta stefnu. Þyngdarkrafturinn náttúrulega er að tósa hana niður og gólfið er ýta á móti, en þetta er eina sem er að gerast hérna í lárétta stefnu. Það er þessi togkraftur. Þannig ég get skrifað F heild. Heildarkrafturinn það er bara þá líka 20 Newton. Þetta er eini krafturinn sem verkar. Síðan get ég stillt upp þessar jöfnu. M sinnum A. Setin, þetta er 20, þetta er 10, hérna er A. Og ég fæ þetta A er saman sem 2 metrar á sekúndu í öðru. Þá sé ég hvernig hluturinn fer alltaf hraðar. Ok, tökum annað dæmi. Segjum að hérna er F-tog, eitthvað spurningamerki. Ok, og massin hérna er 5 kíló og hann fær hröðun upp á 2 metrar á sekúndu öðru. Hvað er þetta F-tog? Nú, ég veit þessa einu jöfnu. F heild er sama sem M sinnum A. Þetta er 5 sinnum 2. Þetta er þá sama sem 10. Þannig að ég veit að F heild sé sama sem 10 Newton og F-tog er eini krafturinn sem verkar á það. Þá get ég sagt þetta er þá 10 Newton.
Eitt dæmi viðbót. Segjum að ég er að tósa hérna í þennan kassa með 10 newtonum. Nei, 100 newtonum. Hérna er ég að tósa með 50 newtonum. Þessi kassi vegur 20 kíló. Og spurt hver verður hröðunin. Ok, þá þarf ég að finna út, hver er núna heildarkrafturinn? Því ég er með 2 kraftina sem verka til hliðar. 2 krafta sem verka til hliðar. Og F heild hérna er 50 newton til hægri. Sjá það er 100 newton til hægri, 50 til vinstri. Þannig að heildarkrafturinn hlýtur að vera 50 newton. Þá get ég skrifað bara aftur þessa jöfnu. Núna setjum ég bara inn gildin. 50 jafnt 20 sem A, ég deili með 20 af því það er sinnum þarna á milli. Og ég fæ A sem saman sem 2,5 metrar á sekúndu í öðru. Til hægri.